Hæ, ég heiti Elísabet og ég valdi að gera samskiptasjónarhorn. Samskiptasjónarhornið leggur áherslu á smáatriði daglegs lífs og samskipta. Það skoðar hvernig einstaklingar túlka, gefa merkingu og bregðast við merkingum í samskiptum sínum. Félagslegt umhverfi mótast af samfélagslegum samskiptum fremur en stórum kerfum eða valdastrúktúrum eins og átakasjónarhornið gerir. Í stuttu máli, fólk skapar samfélag með því sem það segir og gerir í samskiptum sínum. Hvernig samskiptasjónarhornið tengist fjölmiðlum. Samskiptasjónarhornið skoðar hvort og hvernig fjölmiðlar móta og miðla merkingu í daglegu lífi, hvernig áhorfendur túlka efni í sjónvarpi, kvikmyndum eða samfélagsmiðlum, hvernig merkingar í fjölmiðlum eru samþykktar, breyttar eða hafnaðar af notendum. Fjölmiðlar eru ekki aðeins miðlar sem senda óbreytta sannleika, þeir eru hluti af samskiptum þar sem áhorfendur taka virkan þátt í að skilja og túlka efni. Helstu áherslur. Áhersla á túlkun og merkingu fremur en félagslega strúktúra eða vald. Fólk er virkur þátttakandi í að skapa veruleikann. Fjölmiðlar eru vettvangur samskipta milli framleiðenda og neytenda, ekki aðeins leið til að senda upplýsingar. Og síðan dæmi úr fjölmiðlum. Fyrsta dæmi sem ég tók eftir að fjölskyldumeðlimir og vinir hittast oft saman til að horfa á ákveðna viðburði í sjónvarpi. Og annað dæmi amma og afi hafa nú samband við barnabörnin í tölvupósti eða í gegnum samskiptavefina Facebook, MySpace, Twitter eða Skype. Og takk fyrir mig.